Þriðja hugtakið sem við ætlum að skoða eru útlagar og áhrifamikil mæligildi. Útlagar eru mælingar sem víkja mikið frá hinum mælingunum. Útlagar geta verið tvenns konar. Annars vegar útlagar sem eru með háa leið, það er að segja útlagar sem eru mjög langt frá spálínunni okkar að leiðin er há, en hins vegar geta útlagar líka ekki verið með mikla leið, ef við köllum það útlaga vegna þess að gildið á skýribreytunni er svo ólíkt gildinu er ólíkt öðrum gildum á skýribreytunni fyrir aðra mælingar í gagnasafninu. Þannig að útlaga víkur frá vegna þess að gildið á skýribreytunni er svo ólíkt. Ólíkt því sem maður myndi kannski halda, þá eru útlagar eins og hérna til vinstri sem eru langt frá, sem eru með háa leið, þeir eru oft ekki það bagalegir vegna þess að þeir hafa ekki mikil áhrif á aðhvarfslínuna. Að þó sem þessi hérna langt frá, þá er ekkert endilega að hafa mikil áhrif á aðhvarfslínuna, og það er gott vegna þess að aðalmarkmiðið okkar í línulegu aðhvarfsgreiningu er að meta þessa aðhvarfslínu. Útlagar sem eru mjög ólíkir að því leyti að gildið á skýribreytunni, mjög ólíkt öðrum gildum á skýribreytunni, þeir geta verið svolítið vafasamir vegna þess að eftir hvert gildið á þeim þá geta þeir farið að toga aðhvarfsgreiningarlínuna okkar mikið upp eða niður. Og geta þar leiðandi haft mjög mikil áhrif á það hvað við teljum að sé gildið aðhvarfslínunni. Við þurfum alltaf að vanda okkur þegar við sjáum svona útlag eða áhrifamikil mæligildi, og við þurfum alltaf að skoða það svolítið vel. Það er mjög algengt að þessir útlagar eða áhrifamiklu mæligildi séu einfaldlega villur í gagnasafninu. Við erum að vinna með einhverja gagnagrunna og það bara óvart þegar slegnar inn vitlausa tölur. Það var kannski einhver einstaklingur sem átti allt í einu að vera 1700 cm hár en ekki 170 cm hár. Og ef við sjáum einhverjar slíkar augljósar villur, þá einfaldlega bara fjarlæga mæligildi á safninu og líta frekar á sem svo að okkur vanti mælingu. Eða þá að við getum giskað á og verið frekar sannfærð það hver villan var, en þá þurfum að vera nokkuð viss í okkar sök. Ef við getum ekki sýnt fram að mistök hafi verið að ræða, þá er oft gott að framkvæma útreikninga með eða án þessara gilda. Taka mælingarnar úr gagnasafninu og framkvæma útreikningana aftur, og í mörgum tilvikum er þá jafnvel eðlilegra að byggja útreikninga á því mælisafni þar sem við erum búin að taka burt útlagan eða áhrifamiklu mæligildin. En þá þurfum við að taka fram að líkanið gildi ekki fyrir mæligildi utan þess ramma sem við notum til þess að smíða líkanið. Það er að segja við leyfum okkur, sérstaklega ef við erum með útlaga þar sem þeir víkja mikið frá fyrir skýribreytuna. Ef við kjósum að fjarlæga þau á safninu, þá tiltökum við að hér sé búin að smíða líkan sem gildi fyrir skýribreytur á ákveðnu reiki, en gildi ekki þegar skýribreyturnar eru farnar að víkja mikið frá því. Og í næsta hluta ætlum við að fjalla um ályktanir í aðhvarfsgreiningu.